Það eru margar leiðir til að láta ungbörnum líða vel. Ein af þeim ungbarnanudd. 3 konur frá Akureyri hanna sérstakar nuddsamfellur. Við skulum kíkja í heimsókn til þeirra. Hver hugmyndin á bak við Cuddle Me? Hugmyndin fæddist þegar við vorum í menntaskólanum. Við áttum að gera lokaverkefni í uppeldisfræði. Þá ætlum við að finna eitthvað sem myndi henta í keppni sem heitir Ungir vísindamenn og lögðum höfuðið í bleyti og langaði að gera eitthvað tengt unga börnum og datt fyrst í hug að gera svona nuddgalla. Frumhugmyndin var svo að þetta yrði galli sem hefði einhvers konar virkni. Man myndi stinga í samband og börnin yrði svona nudduð. Og okkur fannst það rosalega sniðugt. Þangað til við fórum að lesa almennt ungbarnanudd og það sem einn af helstu kostunum við ungbarnanudd náttúrulega nándin milli foreldra og barna. Þá sáum við það að rafmagnið mætti bara missa sín og gerðum þetta frekar sem leiðbeiningar fyrir foreldra til þess að nudda börnin sín. Við fórum svo með þetta í keppnina Ungir vísindamenn og sigruðum hana hérna á Íslandi og fórum til Rússlands og kepptum fyrir hönd Íslands með þessar samfellur. Hverjir standa á bak við Cuddle Me? Það eru við 2 og Una Guðlaug sem býr í Reykjavík og gat því ekki verið með okkur í dag. En af hverju ungbarnanudd? Fyrir unga börn að vera nudduð, það náttúrulega margir góðir þættir. Fyrir barnið sjálft, það styrkir ónæmiskerfi. Margar rannsóknir hafa sýnt að þeir fyrirbura sem eru nuddaðir, þeir þyngjast hraðar heldur en þeir fyrirbura sem ekki fá nudd. Svo þetta líka mikilvæg tengslamyndun fyrir foreldra og barn og þá sérstaklega fyrir feður. Það mjög gott fyrir feður sem náttúrulega mistu af tengslamynduninu þegar barnið var í bumbunni og ekki gefa þeir brjóst. Og ekki gefa þeir brjóst. Þannig að þetta mjög góð leið fyrir þá til þess að tengjast barninu. Og það eru rannsóknir sem sýna að þeir feður sem skipta fleiri bleium, þeir hafa betri tengslamyndun við börnin sín heldur en þeir sem skipta færri bleium. Ég upplifði sérstaklega með dóttur mína, yngri dóttur mína. Ég var dugleg að nota ungbarnanudd með henni af því að ég eignast svona góða samfellu. Og hún svaf betur og ég átti auðveldara með að svæfa hana á kvöldin og það var bara nóg að beita þessum grunnstrókum í ungbarnanundi og þá svona sofna hún og það hjálpaði samfellan mikið til og þetta losa loft í maga og rosa gott bara til líka örfa eins og þetta magasvæði og hjálpaði svona öll í gang. Er ungbarnanudd eitthvað sem að allir geta gert? Já, alveg klárlega. Þetta er mjög einfalt. Þetta snýst mestmegnis samveru, foreldra og barna, og afa, barna, eldri systkina, frænku og frænda. Bara þeirra sem vilja eiga góða stund með barninu. Það geta allir nudda barnið og nuddsamfellinu þær sýna mjög aðgengilegan hátt svona grunnstrókur í ungbarnanuddi sem ætti geta hjálpa öllum sem ekki þekkja ungbarnanudd fyrir. Þegar við byrjuðum með þetta verkefni, þegar við vorum búin að færa okkur úr rafmagninu yfir í handaflið, þá fengum við með okkur nuddara í lið sem aðstoðaði okkur og hjálpaði okkur að finna þessar grunnstrókur. Valdís segir að gott sé að nudda meira í framhaldi af grunnstrókunum, til dæmis út með höndum og inn í iljur. Þannig að þetta ekki, við erum líka að hugsa þetta sem áminningar og kennslutæki. Það ekki það að þú þurfir alltaf að nudda barnið í samfellunni, heldur lærir strókurnar af samfellunni. Þú manst frekar eftir að nudda barnið, þú ert á þvo samfelluna og já, alveg rétt. Þetta svona minnir foreldra á í amstri dagsins sem nú, það allir að flýta sér og fólk gefur sér minni tíma í svona hluti. Þannig að þegar það man eftir þessu þá kannski gerir þetta oftar. Og þegar við vorum að byrja með þetta, þá gerðum við handsömu við 3 samfellur og fórum á mömmumorgun hérna í Akureyrarkirkju, gerðum litla rannsókn, 3 mæður fóru heim með samfellur og hinar fóru ekki og það voru settar spurningalistar og það fengu allir sömu kennslu í ungbarnanuddi á þessum mömmumorgni. Síðan komum við aftur, ég man ekki 2 eða 3 vikum seinna og báðum foreldrum að fylla út spurningalista aftur. Þó þetta hafi verið lítið, þá kom í ljós að þær 3 mæður eða þær 3 fjölskyldur sem fengu með sér heim samfellur, þær mundu frekar eftir og notuðu ungbarnanudd meira á þessum tíma heldur en hinir sem ekki fengu samfellu með heim. Hvernig hafa undirtektirnar verið við þessu hjá okkur? Það hafa verið alveg frábærar. Framar öllum vonum myndi ég nú bara segja.
Við erum alltaf á handverkshátíðinni og það er fólk alltaf svo glatt að sjá okkur aftur og ánægt með okkur og að þeir sem hafa notað samfellurnar við fáum þvílíkt lof frá þeim þannig að við erum bara mjög ánægð með okkur. Og líka gaman, gerðan þeir sem kannski hafa fengið samfellagjöf, þeir koma svo að versla til að gefa sínum vinum og ættingum þegar þau eru vona barni. Þeir hafa upplifað hvað þetta gerir gott. Hvernig lítið þið svo á framtíðina? Bjartum augum, Klárlega. Cuddle Me eru ekki einungis með nuddsamfellur, heldur eru þau líka með svoköllu krílakort sem hjálpa foreldrum að myndgera mikilvæg augnablik á fyrsta ári barnsins. Stefnið á frekari útrás? Já, við verðum að gera það ef við ætlum að halda áfram. Við erum búin að selja þetta í nokkur ár hér og hér fæðast ekki nema 4.000 börn á ári. Markhópurinn lítill. Já, svo við viljum endilega reyna að selja þetta erlendis. Við erum svona farin að fikra fyrir okkur á svona, erlendumarkaði og svona skoða hvaða möguleikar eru í boði. Þannig að fyrst og fremst er að finna bara réttu leiðirnar og það tekur bara sinn tíma. Við erum núna með þetta í sölu á Etsy sem er alþjóðleg heimasíða, sölusíða og það er svolítið að selja erlendist gegnum hana og við erum sannarlega með fullt af góðum hugmyndum að okkur finnst. Að okkur finnst, já.